Þá ætlum við núna að kíkja í kafla 3, dæmi 3b5. Ok, og í dæmi 3b5 þá erum við að nota hérna eina reglu sem þið eftir að nota út þennan áfanga, sem þessi hérna. Ok, ef að hægt að skrifa fall svona sem samsett fall, við erum búin að fara í þetta samsetta fall og taka nokkur dæmi með því til að læra það betur. Ef það er hægt að skrifa eitthvað fall sem samsett fall, að þá þetta afleiðan. Ok, við ætlum að taka nokkur hérna sýndæmi. Þess að átta okkur aðeins betur á þessu. Þannig að fyrst ætlum við bara að skrifa niður í öfnuna. Ef við erum svona, að þá h diffrað x f diffrað g diffrað x. Ok, og ætlum að diffra hérna cos 5x. Dæmið svona, ok, hérna reglan. Það sem að ég sé innan kranum hérna. Þetta reglan, ok. Það skiptir ekki máli hvað h og hvað g og f. Þetta bara eitthvað fall sem kallað hérna h og eitthvað fall sem kallað f hérna og eitthvað fall sem kallað g. Til dæmis dæmið þannig að maður á að diffra þetta hérna. Ok, þetta þýðir ekki að cos 5x sé f-ið hérna. Það ekki þannig. Passið ykkur því. Þannig að ef við viljum vinna með þetta hérna eins og uppsett hérna, að þá köllum við þetta h af x. Flotum bara yfir þetta hérna, eða stróka það út og köllum þetta h af x er saman sem cos 5x. Og ég ætla að segja að h af x sé samsett fall f af g af x, þar sem f af x cosinus af x og g af x 5x. Ok, þannig að til þess að diffra okkar h-ið, að þá þurfum við að vita hvað f diffra og við þurfum að vita hvað g diffra Þannig að ég ætla að skrifa það bara hérna hliðina á. Ef ég diffra cos, að þá fæ ég mínus sinus af x. Ef ég diffra 5x, þá fæ ég 5. Ok, þannig að á diffra af x, ég ætla bara að skrifa fyrst regluna hérna. Þannig að f diffrað, ég væri komin aftur ykkur. Þannig að f diffrað af g af x sinnum g diffra af x. Ok, f diffrað, það mínus sinus af x. G af x, það 5x. Þannig að þessi hérna partur, hann verður mínus sinus af 5x. G diffra af x verður 5. Það að segja að þetta verður mínus 5 sinus af 5x. Ok, tökum annan dæmi. Og x saman sem í veldinu 6x í öðru. Þannig að við erum með samsett fall. Það sem f-ið ex, það
ef þetta samsetta fall sem ég er að fara í gegnum hérna meikar ekkert sens, farið þá og skoðið myndbandið á undan þessu, þá ætti þetta að skýrast. Þetta eru kannski að rifja það eins upp. Þannig hérna er samsetta fallið okkar og ég ætla að finna hérna f diff af x, það er ex-ta, g diff af x, það er 12x og þá ætla ég að diffra þetta og ég ætla bara að skrifa fyrst upp regluna. Svona. Ok, f diffrað, það er ex-ta. Hvað eru að setja hérna í veldið? Það er g af x og g af x er þetta hérna. 6x í öðru, sem er g diffrað sem er 12x. Og ég skrifa örugglega í svörun og þá skrifa ég örugglega svona held ég. Ok, sjá minna já, þetta er bara fínt. Þannig að núna erum við ready í þannig að cos 7x, við vorum að reikna dæmi sem var cos 5x, þannig að þetta ætti að vera einfalt. Við vorum að gera dæmi með e í veldinu 6x í öðru, þetta er aðeins auðveldara. Kvaðratrótin eða ferningsrótin af 5x, ok, við vorum ekki búin að, það er eitt sýnidæmi þannig, við taka það. Ferningsrótin af 7x og hérna er f af x, það er ferningsrótin af x, g af x er 7x og ef við diffra þetta f hérna og þá fæ ég 1 deilt með 2 sem er ferningsrótin af x og g diffrað af x er ekkert annað en 7. Afleiðan af x er f diffrað af g af x sinnum g diffrað af x. Ok, f diffrað, það er þessi hérna rósa. Og hvað eru að setja inn í x-ið? Það er okkar g af x. Þannig að þetta verður svona 1 deilt með 2 sinnum ferningsrótin og hérna kemur g af x, það er 7x. Þannig að þetta er svona, þetta er 7 og ég myndi þá setja 7 upp á strik svona voilà. Sko þá ætti þið að vera ready í dæmi 3b5 ætti að hafa grunni fyrir það.